hvað var til þess að MeToo hreyfingin dó? Hvað drap MeToo hreyfinguna? Drífa Snædal vill kenna KSÍ og kenna stjórnmálafólki og fólki sem að fer á völlin að styðja íslenska landsliðið. En henni dettur ekki í hug að líta sér nær. Þegar þetta falag var afhjúpuð, að þá fór Drífa Snædal fremst í flokki að gera lítið úr þeim alvarlega hlut að hafa logið til kynferðis eða kynbundið áreiti. Við hljótum að sjá það ef að við ákveðum að það að ljúga til kynferðisofbeldi sé bara léttvægt, að þá missir þetta allan sinn slagkraft. Kynferðisofbeldi gríðarlega alvarlegur hlutur og þá eru legar kynferðisofbeldi eða þessar falskar ásakanir einnig mjög alvarlegur hlutur. En Drífa Snædal, eins og þau munið, hún trommaði upp í herferð sem að bar yfirskriftina #afsakið og gerði bara lítið úr þessu öllu saman. Þannig að núna í raun og veru, eins og maður hefur heyrt margar konur segja að þessar konur, Drífa Snædal, Edda Falag, Vítalía Lazareva, þetta eru konurnar sem að eyðilögðu MeToo-hreyfinguna. Þetta eru konurnar sem að hafa gert það verkum að það ekki tekið eins mikið mark á ásökunum í dag eins og var gert áður. Barátta gegn kynferðisofbeldi getur ekki byggst á óheiðarleika. Ef lygar og rangar ásakanir hafa ekki afleiðingar fyrir þá sem ljúga, þá mun það óhjákvæmilega hafa slæmar afleiðingar fyrir þá sem segja satt, raunverulega þolendur. Þeir og þær líða fyrir þá ákvörðun Drífu og félaga í #afsakið herferðinni að slá upp skjaldborg lygar. Þetta fyrir neðan allar hellur að þetta hefur komið frá talskonu Stígamóta sem eru samtök sem berjast gegn kynferðisofbeldi, að hún hefur verið fremst í flokki að gera lítið úr því þegar uppkomst lygar mannesku sem hafði aldrei orðið fyrir kynbundnu áreiti. Þarna erum við komið með raunhæfa og raunverulega skýringu á því hvers vegna MeToo-hreyfingin misti allan sinn mátt. Það að því að konur eins og Drífa Snædal höguðu sér með þeim hætti að það var ekki lengur mark á þessu takandi.